Á Hellu býr glæsileg kona ættuð frá Vetleifsholti. Hún einstök vinkona en einnig mikil smekkmanneskja og heldur glæsilegt heimili í nágrenni við dvalarheimili aldraðra á Hellu. Þessi staðsetning á reyndar einkar vel við því Sigga stendur á tímamótum, hún að verða 50 og siglir því hraðbyri inn í seinni hálfleikinn. Hún ætlar að hitta mig hér á heimili sínu í Bogatúni. Ég ætla að leyfa ykkur að kíkja með mér í heimsókn. Hún sagði mér reyndar að hún væri önnum kafin við að undirbúa komu mína, þannig að ég mætti bara ganga inn. Það gæti svo sem verið að hún sé úti að hjóla eða á einu af þessum frægu blakmótum þar sem hún hefur gert garðinn frægan í gegnum árin. Nú og ef hún ekki þar, gæti hún allt eins hafa skellt sér á Anfield eða bara hún sé í bestu búðinni. Hver veit, alltaf brjálað að gera hjá ríkisstjóranum. Sigga. Jæja, ég býð ykkur bara velkomin, kíkjum í heimsókn til Siggu. Nei, hér hún þessi elska sæl og blessuð vinkona. Alltaf að bralla eitthvað og ditta að. Ég elska svona myndaveggi, Sigga. Segð mér aðeins frá þessum fjölskyldumyndavegg. Hann ekki alveg eins og hjá öðrum. Hér mikið af myndum af vinkonum þínum, þessum jæja konum. Það ekki svolítið sérstakt? Þú ekkert að setja myndir af fólkinu þínu eða öðrum vinu þínum, vinnufélögum eða eitthvað þannig. Nei, ég skil. Já, það fólk myndi bara fatta í skuggan, einmitt þannig. Það líklega bara rétt hjá þér að vera ekki að móðga fólk með því að láta það hanga við hliðin á þessum líka gyðjum. Skoðum aðeins eldhúsið, Sigga. Já, ekki að spyrja að því, ekki fellu þér verk úr hendi, að sjálfsögðu verður pizza í kvöld, þó að ég sé að tefja þig. Föstudagur, pizzadagur, klikkar ekki. Sigga, fyrst við komin inn í eldhús, þá verði ég að kíkja í ísskápinn hjá þér. Kannski bacon þarna inni? Já, það bara svona, nú mega fuglarnir fara að vara sig. Ríkisstjórinn bara fara að fá sér. Býtu, hér ertu með glæsilegt sjónvarp, Sigga. Hvað á dagskrá? Íþróttir, gat nú verið. Býtu, hvaða gömlu kempu Samúel Örn að fjallum núna? Komið sæl. Nú dregur brátt í tíðindi hjá Siggu Sigríði Magneu frá Vetleifsholti. Hún verður brátt með allra virðulegasta móti, enda náttúrulega ævilegi fremstur á hverju móti sem hún kemur á. Á afrekaskrá Siggu eru nefnilega verðlaun í allskyns mögulegum og ómögulegum íþróttum. Hún blagsleggja, það vita allir hérna fyrir austan. Körfuboltakona og knattspyrnukona. Hún líka öflug í ökuleikni og vel beisin í borðtennis, fyrir nú utan að vera frjálsíþróttafrík. Hún forstjóri ríkisins og í hópi athyglisverðustu einstaklinga í hópi einhleypra í héraði. Svo það nú svo að Sigga snögg í snúningum. Hún sportleg og útsjónasöm í öllu, sleip í samningum og grjóthörð í horn að taka. Ef hún væri hestur, þá fengi hún ágætiseinkunn, bæði fyrir byggingu og hæfileika. Til hamingju, Sigga mín, út æðislega. En útsýnið, tölum aðeins það, útsýnið einstakt hérna, Sigga. Þetta næstum jafnfallegt og niðri í Vetleifsholti. Ég sé hérna út gluggan hjá þér, hið myndarlegasta stóð, átt þú alla þessa fóla? Eða það úr þessu stóðu sem hugmyndin að rækta þennan hvíta fóla sem allir bíða eftir að mæta á tröppurnar, eða hvað? Nú svo má ekki gleyma svefnherberginu, ég bara verð að fá að sjá hvar Magnea hvílir sig eftir erfiðan dag. Ég fer nú ekki að henda mér í þetta rúm, ekki bara af því að hér gæti eitthvað hartilegn stundir, sænginni, þetta bara svo vel búið. Það bara svona, mikið þetta huggulegt og já, bara svo heimilislegt eða þannig. En þú ekki alltaf ein eða hvað? Nei, ég vissi það, svona fjallmyndalögu kvenkostur, þú vel tennt og skrifar vel. Þegar það gerir, Sigga, þegar þú ferð í skóinn, þá einhver dans sem þú tekur það ekki. Jú, látt ekki svona, ég veit dansinn. Gætur svona í lokin sýnt okkur hann, bara smáskot. Le gusta, quando la gusta, með föskurnar og töskurnar við ætlum að fara burt í 100 stiga hita, en spurningin hvort París, Amsterdam, Acapulco eða bara Gullnaströnd í 1, 2, 3 vikur, mér halda engin bönnur sting ég af.
þið hef unnið nóg á Bólakaf. Kæra þakki fyrir frábæra móttökur, elsku Sigga. Þetta er nú þegar uppáhaldsheimsóknin mín. Þú ert geggjuð. En í lokin var ég beðin að koma nokkrum kveðjum að í þætti kvöldsins og þær fylgja hér á eftir. Kæra þakki fyrir mig og góða skemmtun í kvöld. Kæra Sigríður Magnea, eða Sigga eins og ég kallaði henni alltaf, innilega til hamingju með afmælið og ég vona að þú njótir dagsins í Veðleifsholti. Veðleifsholt, einhvern veginn þá hefur mér alltaf liðið eins og það sé hluti af Þingholtunum. Því að þó þú hafir ótrúlega lengi alið mannina á Suðurlandinu og í kringum Hellu að þá finnst mér nú eins og hjartaði slái hérna í Reykjavík og í Holtunum. En ég vona að ég sjá þið bara á förnum vegi og vona sannarlega að þú njóti dagsins og seinni hálfleiksins sem er alltaf meira spennandi og betri en svo fyrir. Til hamingju með daginn. Til hamingju með afmæli, Sigga. Íris Róbersdóttir heiti ég og er bæjarstjóri í Vestmanni. Mér langaði bara að senda þér þessa kveðju og í leiðinni biðjaði afsökunar á því að það hefði þurft að reka þig út af fæðingadeildinni. Þú varst nýfædd hérna í janúar 1973, 23. janúar. Það er að því að það gerðist eitthvað í Eyjum þannig að við þurftum að sjálfsögða að taka við sjúkrahúsi á Selfossi og ringa til og ég veit að þetta var hvílt frekar þungt á þér en núna kemur bara þessi afsökunarbeiðni og við vonum bara að þú takir henni vel og bara, ég vona að Elín hafi sér í afmælinu og svo segi ég bara góða skemmtun. Það er Sigga, mér langaði bara að óska þér innilega til hamingju með stór afmælið á föstudaginn kemur. Ég verð að segja að ég hefði vissulega viljað sjá þig reyna aðeins meira fyrir þér á handboltavellinum en maður fær nú ekki allt sem maður biður um. Til hamingju með afmælið. Komdu sæl, Sigga, og til hamingju með 50 afmælið. Ég vona að ég er alveg frábæran dag. Til hamingju með daginn. Að þú þekki mig, ég heiti Július Brjánsson, en ég þekki þig. Ég veit allt þig. Svo er mér Sonju fyrir að þakka. 50 ára í dag til lukku, en ég get fullvissað það að þú átt öll þín bestu ár eftir. Næstu 30 verða stórborgar. Ég talaði reynslu. Það var gott, Sigga mín. Bless, bless. Hæ, kæra Sigga. Mér langaði bara að nota tækifærið og óska til hamingju með afmælið. Þó ég sé nú fædd og uppalinn í Reykjavík þá tengi ég mjög sterkt við svona landsbyggðartúttur eins og þig, hvað ég á að kalla það. Enda mikið þar, minnst mjög gaman út á landi. En ég vil bara nota þetta tækifæri og óska innlega til hamingju afmælið. Við verðum að rokka feitt svona í seinni hálfleik lífsins og njóta þess og bara húrra fyrir þér. Hún á afmæli í dag, hún á afmæli í dag, hún á afmæli Sigríður Magnea. Hún á afmæli í dag. Innilega til hamingju með afmælið.